Hrafn, megum við ekki segja að það hafi verið furðulegur leikur en sigur aftur á móti. Hvað svona fyrst við betri leik? Þetta var svona Mars Madness háskólaleikur bara. Svakalega mikið svona varnarupplegg og mikla varnarpælingar og ég fyrir utan annan leiklutan þar sem þeir náttúrulega blöstu okkur, settu 29 steg á okkur, þá fannst mér við standa varnarleikinn ofboðslega vel. Það er eiginlega þannig að við erum eiginlega hættir að hafa áhyggjur að því og erum farin að hlæja meira að því hvað við erum að skjóta boltanum illa núna fyrstu 2 leikina. Og ég meina, verðum við ekki bara að vera jákvæðir, að vera 1-1 svona meðan að það virðist vera plastfilma yfir körfunni, sko. Ég meina, prósentunar eru eftir að ná í raskatlega okkur endunum og þá væntanlega bresta einhverja stíflur. Ég virtist svona að vera með stemninguna meira og í lok 3. leikluta og svo kemur 4. leikluta sem við haldum 7 stigum varnarlega. Kanntu einhverja skýringu á hvað gerist þar? Nei, heldum bara áfram. Það er bara nálægt meðaltalinu sem þeir voru að skora í leiklutunum þar sem við vorum að standa vörnina. Heldum bara áfram og óbúslega það er auðvelt að missa trúna og við höfum alveg misst trúna og við höfum alveg hægt að treysta hver öðrum þegar það gengur illa en núna hélt liðið áfram og hélt rósinni og hélt bara áfram að gera hlutina sem við vorum búin að ræða að gera og það var óbúslega gefandi þegar það skilar einhverju hús. Leikmenn eins og Eysteinn og Róbert sem var gekk svona pínu brösulega settu rosalega stóra körfur í lokin. Ánægður með að svoleiðis gæðir segja stíg? Róbert er náttúrulega bara ultimate töffari, sko. Þessi skot sem hann var að taka sem fór hann skaut þeim að fullu sjálfstrausti og þegar hann finnst að hann þurfi að taka skæra þá bara gerir hann það. Eysteinn var alveg í fantagír hjá okkur í byrjun tímabils áður en hann meiðist og svona einhvern veginn missir taktinn og hann getur þetta allt saman. Og þetta er bara svona smá forsmekkur sem Eysteinn getur gert og ég er alveg viss um að hann tekur þetta og geymir þetta með sér núna fram til 15. 3. leikurinn næst, hvernig líst þér á það? Bara frábærlega. Okkur leist vel á þessa seríu, áður en að byrjaði. Í fyrra voru við í öðru sæti og þeir í 7. og þeir voru spútninglið deildarinnar og allir svona gerðu einhvern veginn ráð fyrir að þeir myndu taka okkur, sko. Núna eru þeir í öðru sæti og við í 7. og þeir eru spútninglið deildarinnar og allir svona einhvern veginn búast við að taka okkur. En mér finnst liðin ennþá passa svona svipað saman og þau gerðu þá. Og ég held að þetta snúist bara við erum bara förum núna bæði lið að skoða Gafur-Úrskis og annað og við held að við reynum bara að skerpa betur á því sem við gerum í dag og reynum að gera ennþá betur. Þetta innví ykkar og Borse, það sem þetta virðist verið, en svo talar áðan, mikla svona varnarpælingar og svara hér og þar. Gaman fyrir þig að vera svona innví? Já, gaman, en ég kannski, ég veit ekki hvort það sé ljótt að segja, ég var ekki alveg eins obsessed og ég hef oft verið milli þessara 2 leikja því að mér fannst við ekkert vera að klikka neitt, það var ekkert sem öskraði á okkur eftir fyrsta leikinn sem við vorum að gera vitlaus. Bara skotin dutt ekki og við vorum í leiknum allan tíman. Breyttum einhverju 2 litlum hlutum, sko, og svo bara áfram með þetta, sko. En jú, auðvitað er það þannig að við ísum eitthvað pikk og dömpa boltanum á Taylor og hann hitti 5-6, fattar mig, og þá voru þeir svolítið að spá, hvað ætlið þið að fara að gera eitthvað í þessu eða þá þarf maður að ákveða, ætlar maður að standa varnarplanið og treysta á að hann skjóti prósentu sinni næst eða ætlar maður að fara að bæta við einhverju róteringu sem hann kannski kveikjar á Danir og Tómas eða eitthvað. Þetta er bara fyrir okkur að fá hjartaáfall yfir heima hundleiðilegt að heyra þið með viðtölum.